Það er sömndegis hópurinn komið saman eftir EM, bara byrjum hérna á því, bara ánægilegt. Já, bara ógeðslega gaman. Það er alltaf gaman að hitta stelpunar. Maður segir þetta alltaf einhver einstu viðtali í byrjun landsliðsverkefnis, en já, bara mjög gaman og allir mjög spenntir fyrir leiknum. Nokkur nýja andlit í hópnum og þar meðal í starfstæminu, svona hvernig líst þér á þær breytingar? Bara frábært, sko, það er alltaf gaman að fá breytingar. Auðvitað leiðilegt að sjá fólk fara, en þetta eru jákvæða breytingar og hérna Óli og Amir koma sterkir inn með sína visku og nýja sýn inn í leikinn fyrir okkur og það er bara skemmtilegt. Þú ert bara búin að vera með nokkrar æfingar en svona hvað finnst þér koma með inn í hópinn? Hann Óli er með sóknarleikinn og hann er mjög hávær og segir sína skoðanir og það er bara flott og hérna Amir er með föstuleikadriðin og hérna það er líka bara gaman að fá svona nýtt inn í þetta og það er alltaf heilbrigt eins og maður segir að fá nýja sýn og hérna þeir eru bara búin að gera vel og komast vel inn í hópinn og maður sé bara að þeir hafa gaman með staffinu líka, þannig að það er líka mjög mikilvægt. Þetta komandi leikir við Norður Írá, svona hvernig líst þér á andstæðinginn? Bara skemmtilegt, ég sé mjög mikið af tækifærum fyrir okkur og en maður á að segja alveg satt og eigum að vinna þetta lið og við vitum það og við ætlum að gera það, þannig að við ætlum bara að koma gíra þær inn í leikinn og spila vonandi góðan sóknarbolta, skora mörk og halda hreinu líka, þannig að þetta er mjög spennandi. Markmiðið á föstudaginn er skýrt? Já, auðvitað, svona eins og alltaf, en já, við vitum að við getum unnið þetta lið og ætlum að gera það. Eru búin að fara vel yfir þær? Já, við erum búin að vera saman hvað núna í 2 daga og við erum alveg búin að taka nokkra fundi þær og við vitum alveg að þær geta alveg gert góða hluti og hérna eru mjög fastar í föstu leikaturum og koma með ýmis tricks og við verðum bara vakandi fyrir því og já, þær eru koma með tricks í föstu leikatur og við þurfum að vera tilbúnar í það og svo er það skyndisóknir sem að þær beita mikið þannig að við verðum að vera mjög tilbúnar í það sem að þær ætla að gera. Þetta er mikið undir, við viljum ekki falla niður deild í þjóðadeildinni. Akkurat, þetta eru mjög mikilvægir leikir fyrir okkur, bara ótrúlega mikilvægir líka upp á framhaldi komast á HM og bara ef maður ætlar að horfa allavega þangað, þannig að þetta, já, eins og segir, mjög mikilvægir leikir og við ætlum að vinna. Kannski aðeins þér, hvernig er bara svona lífið í LA að fara með? Bara geggja. Já, fannst mér mikilvægt að taka þetta skref og ég vildi líka njóta mín utan fótboltans því að ef maður er að hafa gaman þá spila maður betur, það er bara staðreynd en er ekki búið að ganga nógu vel hjá liðinu eða úrslitin hafa ekki verið nógu góð en mér finnst við verið að taka jákvæð skref sem lið og það er alveg nýtt heimi í kringum lið þannig að þetta er mjög erfitt að fá allt sem að þjálfarinn vill fá inn í leikinn bara að gera það í öllum leikum þannig að þetta er eins og ég segi búið að vera verkefni fyrir okkur þetta seinni hluti þessa tímabils þannig að við erum mjög spenntar að halda áfram og byrja vonandi næsta tímabil af krafti því að við erum alveg með hörkulið sko. Og var þetta mikla breytingar að fara þarna yfir fyrir þig? Svona já og nei. Þjálfarinn var að þjálfa í Þýskalandi eða var að þjálfa Bayern þannig að ég þekki fótboltann sem hann vill spila þannig að þetta er svona nýtt fyrir þar sem búin að vera í Bandaríkjunum og eru búin að vera í liðinu það er svona aðeins öðruvísi fótbolti sem hann vill spila með svolítið mikið skyndisóknir og að spila hratt og fara bara beint upp hjá bandarísku stelpunum og hann er meira svona að reyna sína svona, hvað maður að segja, nútíma fótbolta að spila meira boltanum og ekki hugsa að lúðra bara beint fram þannig að þetta er nýtt fyrir einhverjar og svona erfitt að komast inn í þetta fyrir sumar en þetta er búið að ganga ágætlega og við erum bara allt upp á við þannig að þetta er mjög spennandi. Takk hérlega.